rúmlega 4 og FM 95 blöður hafið göngu sinna þennan föstudaginn og þetta lag sérstætt óskalag fyrir gestastjórnum dagsins. Hún heitir Þórunn Antonía og mætt inn í stúdíu, verður velkomin. Takk fyrir, ég heimta náttúrulega alltaf og spilir öll lögin mín leið og ég kem. Já, ég búinn að raða þetta upp 4. Átti ekki hérna Maístjörnuna sem að ég söng á barnaplötu þegar lítill. Það á eftir. Það á eftir, ég heimta það. Það er búið að remixa það með það. Ég labbaði nút nema að spila það. Úlfur er búinn að remixa það fyrir þig. Við erum með stórkostnan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við Þórunn verðum með ykkur hérna til 6 í dag og við ætlum að hringja Egil. Þú ert að hjálpa mér aðeins með það. Það er ekki máli. Sko, Egil á að vera með mér á föstudum og var að byrja aftur nema það hann dreif sig til Benidorm. Bara skeita á sig. Já, fór hann í 2 vikur, en hann segist að alltaf þegar hann að twitta og Facebook og svona, þá segist hann aldrei vera á Benidorm, segist alltaf vera á Spáni. Já, ok, en hann er á Benidorm. Já, það er nú svona, þú veist, skammið sinni eitthvað fyrir hann, við þurfum að bögga hann aðeins á því eftir. Hann er líka svolítið Costa del Sol típa. Já, bara eins, hann ætti að vera á plakati. Já, hann er á plakati. Já, það er bara, hann er í enska hverfinu, bara að dreifa miðum, as we speak. Svo ætlum við að vera með sturgla staðreyndir, föstudagslægir á sínum stað og það er skemmtilegt surprise fyrir þig að Svessi ætlar að taka einmitt lægi sem vorum að hlusta á, Too Late. Í alvöru? Það er ekki betur, heyrðu það. Það er föstudagslægi í dag og ræðum nú eitthvað við Chubby Little Svessmenn. Anna Svava og Elma Lísa ætla að kíkja í heimsókn til okkar og svo ætlum við líka að gefa miða á bikarúrslitaleikin Stjarnan KR. Gefum þá eftir þannig að þá erum að gera að syngja í 511-0957. Svo er slúðrið og allt á sínu stað. En hvernig ert þú? Ert ekki fersk? Ég er ótrúlega fersk. Það er endar, veist það, ég fæ svo sjaldan konur, eins og ég oft sagt við þig. Færði svona sjaldan konur? Já, bara í lífinu. Það er svo erfitt að fá stelpur í FM 95 blöð. Að það? Það er eiginlega bara þú, Anna Svava og Helga Braga. Já. Sem að svona eru til í slægin. En það eru við líka allar, þú veist, já, svona kjarnakonur. Já, bara drauma konur. En, sko, nú ætla ég að spyrja þig. Já. Hvað myndið þú ef að þú væri með mér vikulega? Já, hvernig þá? Hérna í þættinum. Hver væri svo dagskrálur? Hvað er að henda þér í öttir? Verði ekki eitthvað að baka þig? Sko, ég náttúrulega var fyrir svo svífurlega einhelti í höfðurinn síðast að ég bara grét mig í svefn. Það lét mig ringja og byggði mig að fá frítt í sund og sundlegum út á landi. Gætum hendi eitthvað svo leiðis, taka smá seleb Þórunni. Já, ég meina, ég er bara strengja brúa. Já, þegar ég er í stúdíunni á þér. Þetta er þetta hættulegt, en við verðum með þetta þátt og ætlum að byrja á lagi sem er í miklu uppáldi. Það er Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Þetta er einn besta hljómsveit í heimi þá má þeim. Red Hot Chili Peppers með Scar Tissue. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð og það er komið að slúðrið. Þórunn, ertu slúðurmanneskja? Sko, ég tala ekki til fólk. Og ég hef það svona aðreglu að gera það ekki. Já. En ég meina, þú veist... Fylgistu vel með slúðri? Ég hef alveg gaman að slúðri, skilju. Já, það lesið allir. En það er eitthvað svona, þú veist... Ég vona sig ekki bara ég. Glansandi fólk út í heimi sem ég þekki ekki. Já, það er fínt að ræða þessum þau. Við ætlum að taka hérna að pakka og ég ætla að byrja á Ríhönnu. En hún var í viðtali á Oprah Winfrey núna daginn og þar sem hún fór að gráta. Oprah Winfrey byrjaði að spyrja hann út í Chris Brown fyrir hann til kærastinn hennar. Hún fór að rifja það eitthvað upp og enda því að hágráta hann í viðtalinu og sagði að þetta verið erfiðasti tíminn í hennar lífi og hann sé ennþá vinur hennar og óskar honum allsins besta. Kannski ekkit merkjandi slúður en hún var hérna allavega hjá Oprah, grátandi greið. Já, hún þarf greinilega að fara einhver svona therapy út af þessu. Já, hún er samt sko, hún er ekkert grátandi á Twitter, hún gerir ekki annað en að taka myndir af sér okkur skipum og skútum og virðist voða happy. Já. Það er endur oft þannig, ég var að ræða daginn, það er oft þannig líka á Facebook og Twitter og svona, fólkið sem er hamingjusamast inn á þessum síðum, það er með eitthvað svona í pókátunni. Ég er alltaf brosandi á öllum myndum. Já, Instagram. Hvað hef ég í pókátunni? Svo ertu heima grenjandi. Ég er grátandi á hverjum degi. Ef þú væri til Oprah, þá myndir þú opna þig og gráta. Ég væri bara, já, ég og Bent hættum saman og þetta bara... Ég er grátandi, ég er bara í rusli. En það er reyndar Oprah Winfrey. Ég held sko, ef ég myndi gráta einhverju viðtali, þá var ég Oprah held ég. Oprah er náttúrulega, hún er svona eins og panda eða eitthvað. Já. Hún er svona ofboðslega svona hlýja og góða nærveru. Eins og panda? Já, svona bara dúlla. Já. Þú veist, ég langar bara að knúsa hana. Reyndar, ég held að maður myndi opna sig vel þar. Já, ég held það líka. Ég held ég myndi fá svona móðutilfinningu hjá henni. Maður myndi kafa djúpt. Já, segi mig þá. Það er í barnæskuna bara. Ég myndi opna mig með skilna foreldra minn og ég veit ekki hvað held ég. Hvað varstu gamall þegar foreldrinn skildi? Þú ert ekki Oprah Winfrey, þannig ég ætla að halda áfram með slúðrið. Sko, markmið mitt í dag er að láta þig gráta. Það gerist aldrei. Þá þurfti ég að vera mjög lítill í mér. Ertu ekki svolítið lítill í þér í dag?
Nei, ferskur sko. Þú varst grátandi áður en þú íttir á rekk. Já, ég græt alltaf milli laga. En það ekki. En samt ferskur. Ég var að þurrkaði tárin fyrir einni og hvernig ljúa hlustundinum. Ég svona, að því ég vill að, sko, ég er að vinna á FM 957, þannig ég þarf að láta þessu sem geður stress alltaf. Já. Það er bara regla hérna hjá okkur strákum. Þú ert að hlusta á bestu tónlistarstöðuna í heimi og við viljum að halda áfram með slúðrið. Það er næst Vanessa, veistu hvað það er? Vanessa Paradís. Já, ég veit hvað það er. Hver er það? Hún er fyrrverandi konan hans Johnny Depp. Það er hárrétt hjá þér. Hún var fræg á laginu Je le taxi þegar hún var aðeins, 16 ára gömul í Fraklandi. Var hún hvað? Nú ert þú að segja mér. Já, hún er sem sagt frönsk popstjarna. Það vissi ég ekki. Hún gerði lag sem er svona Je le taxi, ble 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 ble, eitthvað franska, ógeðslega cute, sexy lag. Hún gerði þetta þegar hún var bara úlingur, sko. Þetta vissi ég ekki. Þannig er að heyra nýtt slúður hér í FM 95 Blöð, beint frá Þórunn Antoníu. Hún var alveg stjarna á sinn, þú veist. En hún er ekkert að gefa út í dag, eða? Nei, en hún er Chanel-módel í dag. Já, gullfalleg. Gullfalleg kona. En hvað heitir aftur krakkinn sem að var að gefa, heitir hann ekki Jordi eða eitthvað? Var hann ekki fransku líka? Semi, la la. Hvað varðum hann? Jordi, hann kemur reglulega í martræður mínar enda. Já, ég var alveg til þess að mynda honum í dag. Ég hugsa að kemur ekkert óvart að lítið svona út eins og Macaulay Culkin, alveg í tómi tjóni. Alltaf sé bara með heroin nálina bara lafandur handlengnum. Heldur það sé að gerast hjá Macaulay eða? Ég meina, ekki allar sem barnastjörnur alveg crazy? Já, þetta er erfitt held ég. Erfitt líf var barnastjörna, herðu, svo ég haldi nú áfram hérna með slúðrin. Og þá var Vanessa Paradís í viðtali, ekki hjá Óperu Winfrey reyndar, en þar opnaði hún sig samband hennar og Johnny Depp og sagði að það er mögulegt að vera ástfangin en samt óhamingjusöm og var hann þá að tala þeirra samband og sagðist að hafa verið óhamingjusöm síðustu 2 árin en virkilega ástfangin að Johnny Depp. Þetta er svona, þetta er að fá hérna bara beint í æð. Hann er líka byrjað með einhver annar í píu, sko. Er hann? Það er einhver ljósærð, Já, leikonan hann. Leikonan það, sem að hann var að leika með einhverju mynd, sko. Ok. Hún er eitthvað, það held aldrei hún væri lesbían, svo er hún vist eitthvað að... Ég meina, ef einhver ásnúaður, þá held ég að sé Johnny Depp. Já, ég það ekki. Segðu mig það, ég myndi ekki sparka hann múr. En Vanessa Paradís, hún er endur að hitta eitthvað gaur, stendur hérna, og óska henni allsins besta. Svo er það síðasta slúðrið, Expendables 2 er komin í sýningar, eða kemur í sýningar núna helgina. Við vorum með sérstaklega forsýningu í gær, fitnessport forsýningu og þar mættu hellingarliði og menn voru að taka backpressu og annað. En það sem er að gerast núna er Angelina Jolie og Cameron Diaz eru sennilega að fara að koma í Expendables 3. Leikstjórinn sem að leikstýri bæði fyrst, leikstýri þessari mynd, ekki fyrstu, leikstýri númer 3 og ætlar að setja nokkrar grjótara skvísur í þetta, eins og hann orðar hér. Hvað er þarna gamlar? Ég bara veit það ekki. Sveið mig það. Jú, er hún ekki svona Angelina Jolie, svona 33-4 og Cameron Diaz? Já, er það ekki 40 ár? Nei, en svona nálgast það. Líta vel út samt stelpunar. Hvað er þið setri? Angelina Jolie eða Cameron Diaz? Já. Sko málið er að því ég er Jennifer Aniston maður, þá hataði Jolie. Ef að Jolie hefði hagað sér eins og manneskja þá hefði ég sagt hún. Já. En að því ég þóla hann ekki og segi Cameron Diaz. Reynda þekki hann ekkert, þetta er röglega frábær kona og allt það, en ég segi samt Cameron Diaz. Að því ég er í Team Aniston. Hún er gullfalleg. Ég var eins og á Coachella tónlistarhátíðinni fyrir nokkrum árum og þar var Cameron Diaz og Drew Barrymore. Okay. Og ég sá hana í einn persónu og hún var gullfalleg. Hún var alveg með þetta sko. Alveg, ég meina oft getur alveg verið make-up og svona trikk. Í bíómyndum skilur hann, hún var bara alveg drop-dead gorgeous sko. Já, ég trúi. Það er líka, sko, Cameron Diaz virkar á mig eins og sé skemmtilegt. Ég veit ekki af hverju. Hún er svona einhvern veginn hress og bara fín stelpa, held ég, sveið með þá. Þetta var ég held að hún fái sér alveg, sko. Hvað segirðu? Ég held að hún sé alveg til í að fá sér og svona, sko. Já, hún djammar, sko. Engin Rihanna, en ég held hún djammar alveg, sko. Þetta var slúðurpakki dagsins hér í FM 95 Blöð, styttist í Sverri Bergmann og við ætlum líka að hringja í Gilsenegger, eins og hann kallaði þessi einu sinni. Hann er staddur á Benidorm, heyrum í honum eftir smá. Ef þetta keyrir ekki einhvern í ganga fyrst, þá veit ég ekki hvað. Þetta er ennþá upp á slæðið mitt. Jay-Z. What that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me.
7 kynnir skóladaga í Smáralind 14. til 27. ágúst. Á skóladögum FM 957 með skemmtilegan leik. Þú nærðir í þáttökuseðil í Smáralind, svarar nokkrum löfleitum spurningum og ert komin í pottinn. Þú gætir unnið iPad frá Appli.is eða glæsilega vinninga frá Levi's, Benetton, Hygea, Drangey, Topshop, Corner, Skemmtigarðinum, Sushi-gryfjunni, Pizza Hut, Serrano, Höllabátum og ísbúðinni Smáralind. Kíktu í Smáralind, taktu afsláttarhefti Smáralindar með þér og vertu með á skóladögum. Smáralind og FM 957. Pottið par í skólan. Ertu búin að fatta að hverju rörið er svona stórt? Þetta er ekki rör, þetta er fattbissa. Krössers, ískaldur feitingur á KFC. KFC, svo gott! Color Extreme hárlitaspray. Tafarlaus litur, engin skuldbinding. Fæst í Krónunni, Samkaup, Netto og Fjarðarkaup. When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynnir Step Up Revolution. Magnaður dansinur. Step Up Revolution. Komin í bíó. Jæja, ertu tilbúin í skólan? Já. Akkur ertu svona stúrin? Þetta eru föt frá því fyrra og þessi taska er alltaf hvolpaleg. Tíkurnar munur ekki líta við mér. Svona. Við kíkjum bara inn á smáland.is og segir bara hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og fær peningin leið. Hei, sjáðu þessa. Hún voru að þefa rassur á mér í dag. Smáland.is. Ekkert stórmál. Nýttu þér góða veðrið. Þú fær málinguna á lægra verði í Bíkó. Bíkó. Búðu betur. Borgaðu minna. Njóttu gæðana og bragðsins og kældu þig niður í leiðinni með hollustu. Jóker, ferskur jógurtís. Prófaðu bara. FM 95 blöð. Á FM 95. Justin Bieber með Live My Life. Það er alveg sama hvað gerist hjá honum. Hann ætlar að djamma og halda partí og lifa lífinu. Hvernig fílar þú Bieber, Þórunn? Herru, mér finnst Bieber bara algjör dúlla, sko. Ertu með Bieber fífa? Herru, ég get ekki alveg sagt það, sko. Mér finnst líka svolítið creepy þegar hann er að reyna að vera sexy, sko. Hann er samt að verða, hvað er hann gjörn? 18 eða eitthvað? You wish a girlfriend, eitthvað, fyrir eitthvað svona kvistla, eitthvað svona. I'm gonna, þú veist, ég bara, oh my god. Líka, ég sá það myndbandin daginn á Potti. Ég vil ránaður Potti sem byrjaði áttur. En ég sá myndbandið við þetta lag. Boyfriend, og það er sko, alla píurnar sem er í myndbandinu eru mun eldri en hann. Þannig hann er svona að reyna að he's becoming a man. Heldur hann myndi reynaði mig, ef hann þann? Já, sveið mig þá. Varst ekki LA daginn? Já. Þú varst að reyna að hitta á Bieberinn, maður. Ég var eiginlega að Ef að Bieber, verðum alveg hinskilinn, 18 ára gutti, myndi bjóða þær á date, þú myndir aldrei neita. Sko, ég er ekki pedo. Nei, myndir þú neita Justin Bieber? Já, þú date? þú veist, ég get alveg eins farið bara á date með einhverju konu. Þú getur farið með honum á Shrek eða eitthvað? Já, haldið í hendina honum. Ég geti nú kennt honum eitt og annað, já. 18 ára, ég menna hann var löglegur. Ég get ekki. Nei, ok. Þannig að þá vitum við að Þórunn Antonía myndi ekki fara á date með Justin Bieber að hann myndi bjóðinni. Ég myndir ekki alveg að kaupa. Þetta var fínt PR fyrir þig. Já, ég þarf alveg karlmann. Það er mig. Já, ég er einhver að nútið sem eru ánægðir að heyra það, held ég. Það er einhver núna bara á gröfu, vel skeggjaði, bara þarna þekki Þórunn. En það er hins vegar komið að sturluðum staðrindum hér í FM 95 blöð. Styttist í Svessa Bergmann og fyrsta föstudagslægið eftir sumafrí. Og hann alltaf að taka Too Late lægin á Þórunnar. En fáum fyrst sturlaða staðrindir. Nú er ég að fara að segja 10 staðrindir sem eru sturlaðar. Ok. Þetta er tilbúin í það? Ég er tilbúin. Hér er fyrsta. Að eiga enga vini hefur sömu áhrif á heilsuðina og reykja 15 sígarettur á dag. Sturlu staðrind. Ert þú reykjur, Þórunn? Já, ég reyki. Já, 15 á dag? Nei, ég reyki reyndar ekki 15 á dag. Hvað eru marga sígarettur í einu sígarettupakka? 20. Já, ok, en þetta er minn en pakki. Já. En ég reyki ekki sérstaklega mikið og ég er með mjög merkilega uppfengju í töskunum minni. Ég er með svona rafmagnssígarettu. Já, ok, svona feika. Já. Já, því þú finnst bara svo töff. Nei, þú færir nikotín úr þessu en ekki neitt að skaðlegu efnunum. Já, ok. Þannig að ég get mér sér bara reykt akkurat núna í þessu stúdíu, sko, á þess að sé ólöglegt eða skaði heilsu þína. Þannig að máttu vera með þetta inn á stöðum og svona? Já, ég má vera með þetta í flugvélum og allt. Þannig að þú ert ekki á toppnum án tóbaks? Það er ekkert að setja þig á eitthvað svona plakkut fyrir skólana og svona? Æ, þú veist, ég mæli ekki með því að fólk reyki, þetta er ógeðslega heimskulegt og hérna... Herru, dreftu mikið, höldum áfram með það. Sturlaða staðrindir, næsta faðmlög, lækka blóðþrýsting. Eða ekki, róast bara ekki allur.
Ég meina, nema þessi ógeðslega sexy típa sem að fama þá getur hann alveg hækkað. Góður punktur. Þarna, ég þarf að senda þeim insane fact, ég þarf að senda þeim þetta. Já. Svo það næsta, Kim Jong-il, það annar. Já, Kim Jong, hann ferðaðist bara með lestum því hann var flughrættur, en hann dó í lest 17. desember. Þetta svona, en þetta sturglu staðrind. Þetta hljómar eins og einhver lygi, sko. En, satt, það að fallega við það. Spáðu hvað þetta sturgla. Svo það næsta, sæljón haldast í hendur í svefni svo ég týna ekki maka sínum. Svona fljóti ekki bara burtu. Já. Hvað lúlla þau samt? Upp á einhverju steinum eða bara... Hvað lúlla? Ég veist það, ég var að lesa sæljón hérna einhvers staðar í síðustu viku. Jú, þau lúlla bara í sjónum held ég. Já, held ég. Og þau haldast í hendur svo ég týnist ekki. Já, skemmtilegt. Svo það næsta, það 40% líkur á að tvíburar, sem sagt, séu bæði eða báðir samkynhneigð ef annar það. Sturlu staðrind. Það? Já, 40% líkur. Þannig að það næstu bara annarkvæmt skipti. Tvíburabróðir þinn líka homi? Já, við erum báðir. Þetta akkurat, við erum í þessum 40%. Siggi Blöndal, hann ramm öfugumar. Svo það næsta, það myndi taka þig 150 ár að keyra að sólinni. Sturlu staðrind. Þú reyndar eftir ekki með bílpróf, þannig að það taki þig 300 ár. Nákvæmlega. Hvað, veist það? Þú vorst að verða 30. Ég veit ekki, ég er 29. Já, 22, já. Eitt ár í þetta. Og ekki með bílpróf. Þú getur ekki keyrt að sólinni. Nei, ég gæti aldrei keyrt að sólinni. En ætlar aldrei að fá bílpróf? Jú, ég er að pæla því, sko. Já, ok, glæsilegt. En þú veist, ég er bara svo mikið svona miðbæja rotta. Ég ólst upp í miðbænum og... En þú ferð í bíó. Hvernig ferðu? Herru, ég fer rosa mikið í bara bíópartís. Já, sjá svona franskar heimildarmyndir og svona. Alls konar, það má drekka rauðvín inni. Það enda bíópartís, eiginlega uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst það æði. Af því að ég elska að fá popp í svona brefpoka, eins og ég kannan það var ég að tala um svona mjóan. Svona, ekki, ég veit að það brefpoki í öðrum bíóum líka, en þessi mjói langi. Já. Það svona minnir mig á góða tíma. Svo það næsta, elsti dildó sem vitað er 30.000 ára. Sturlu staðrind. Hvað er það, bara steinn? Greið það það. Og svo það síðasta, það eru engin bein í rassinum á fíl, en það eru 40.000 vöðvar. Sturlu staðrind. Það Bootylicious. Já, Bootylicious. Fíll þarna, hvað var svona uppáhalds Sturla staðrindin í dag? Það var... Hvað greið? Það var að sæljónin. Sæljónin, já. Hversu dúllulegt er það? Já, ég veist að ég verða að vera sammálaði. Hversu dúllulegt? Hvernig, ég meina, þau eru ekki, hvernig haldast þau? Eru þau ekki bara með eitthvað svona... Já, þau eru ekki með svona litlar hendur. Nei, ekki með eitthvað... Svona litlar sæljónshendur. Nei, þú veist, þau eru náttúrulega ekki með putta, þau eru náttúrulega haldi í, sko, þú veist, hvernig krækja þau? Ég veit það ekki, þú ert að efast slatta þetta af mér. Ég þarf að fara að senda insane facts hérna, bara memo. Eða tjekka, ef við knúsumst, ertu með blóðhristingmæli? Er ég með? Já. Nei, við getum græðað fyrir næsta þátt. Kalla til lækni, aðtöku hvort að blóðhristingun hækkar eða lækni? Hækki að lækki, ég myndi reyna að vera alveg calm og já, ég ætla ekki að fara út í það. Þetta voru Sturlar staðrindir hér í FM 95 Blö. Við ætlum að hringja í Egil Gilsenegger eftir smástund. Hann staddur á Benidorm og á að vera með mér á föstudögum, en hann þykist vera á Spáni. Nei, menn þetta er á Spáni. Fáum eins og þar fyrst uppáhaldslægið mitt með Rihanna. Þetta er, ég held að þetta sé hennar besta lag. Sveið með þá. Only Girl in the World. FM 95 Blö. Höfður Blöndal og Þórun Antoni með ykkur til 6 í dag og hún er hér fyrir Egil. Það er ekki 2 harðir, það eru 2 hörði í dag. Nákvæmlega. Svo verður Egil mættur næsta föstudaginn. Ég er að spá ég að hringja í hann núna. Af því ég veit að sko, það böggar hann, ég sé alltaf að tala um hann sé á beni. Af því að hann vill láta eins og hann sé ykkur afslöpunarferð á Spáni sko. Þannig að ég hef ekki að bjalla á hann. Bjallum á hann. Tökum á hann með það. Og sjá. Ringi. Þannig. Það sé komin í Spánargilsi. Spánargilsi? Er þetta Gilsenegger? Spánargilsi. Herru, segðu þá alltaf Benegilsi. Spánargilsi. Hvað er þetta að gera á Spáni? Ég er í æfingaferð, æfingaskátsvíkslökun. Ok, hvar á Spáni ertu? Hérna á Alicante þar. Ertu á Benidorm eða? Ég er á Spáni, er þetta fókið? Heiðu, hvernig æfingaferð ertu? Ertu að æfa þig í fróðudansi? Segðu okkur alveg satt núna, Egil, nú ertu búin að vera þetta í 10 daga, Gilsenegger. Ertu búin að fara á fróðuti, sko? Herru,
í gær fór ég á stað það sem var fróða. Hvar var fróðan? Á dansskólanum? Já, sko, þetta var stað sem heitir Jokers. Og alltaf á 50 dögum fróða. En ég fór ekki undir fróðuna, ég stóð á kantinum skælbrósandi að horfa á fróðuna. Já, það er svona ekta þú, það er fróðudisko í gangi, þú stendur svona í hotnir með viski, að svona, gaman að sjá þess að krakka. Ég langaði í fróðuna, ég veit ekki hana, en sér hugsaði, ok, ég er með síman á mér. Varstu í hvítum krakkbuxum? Já, hvernig varstu klæddur? Nei, ég var í svona kakís, eitthvað svona kvartbuxum eitthvað og hvítu hlýraból, mjög þröngum og það er svona kaffibrún. Og tölur tikkar enn ég fór út og ég er búin að dræfingaferð, þannig að ég vinn svolítið með hlýrabólu núna. En var krakkiðin að leika sér í fróðuna meðan þú beðist? Æja, hvernig ertu? Þetta er að gera, hver er í anskotunum með þér þetta? Það eru Þórun Antoni, já. Nei, sæl, veistu. Hæ, hvað segir þú? Það er bara dýrari típam. Já, það er ekki 2 harðir núna, það eru 2 hörð. Já, 2 grjóthörð, hörðu. Þegar ég ætla að óska Íslandingu til hamingju. Við fengum silfur í gær á Jokers. Það var keppni þar, Íslandingu tók þátt, silfur. Í hverju? Í hverju, nákvæmlega? Það var athyglisvert. Gilsan satt þarna, ég var nýbúinn á grjóthörðu Meatloaf tónleikum sem voru þarna á Jokers. Og aldrei skemmtið betur og síðan kom einhver gæi og sagði now we have a competition, play some games, need 4 guys and 4 girls og keftist allir að taka þátt sko. Ég hef ekki hugmynd að það er íslensk stelpa þarna. Þetta er blautbólakefni? Já, sko, fyrst var þetta og strákandi settur á stól og stelpunar áttu sérst að taka sér stöðu fyrir framann þá ég held fyrst að vera hana við þetta stólaleitum hana hlaup eitthvað í hringu sem stoppa tónlistin og það náður stól og finnir ekki stól og ég held að þetta væri það sko en þetta var ekki sáleikur sko þegar áttu sérst að gefa strákunum munnlega Hvað ertu því líka afslöpunarferðið þarna á Spáni? Herðu, ég veit að þetta var í gangi á þessu stað hann ég var á Meatloaf í slökun Meatloaf í slökun Herðu, byrju, kláraði þennan leik? Já, þetta áttu sér að gefa þessum drengjum með höfuð þarna á staðinum Bara að setja bara niður sig og stelpunar þetta er í álfur ég er að segja það ég var líka bara ég hugsaði, er þetta íslensk stelpa og þá sá ég nokkra flipa Íslendinga öskra Æsland að hvetja hann áfram sko og síðan eftir það var freestyle sko eftir að búa það setja metið út frá háa sko síðan kom gæinn yeah everybody let's give it up girl number 1 Iceland come on how did you do og allir bara og það var öskrað mér átt á henni sko hvað ertu að gera og síðan sko og síðan þegar var freestyle keppni og svona bali settur á gólfið og það stóðu og það var hellt sett vatni yfir þær og það höfðu 30 sekúndur til að gera eitthvað flipað Já, þetta eru skemmtilega leikir þarna sem að þú veist að fylgjast með á Spáni. Æfingabúðir eru þetta? Svolítið jörlurnar þarna og sér það er hann íslenska tefnbúr. Stóð sér mjög vel. Og hljóðastoltið alveg bara... Glæsilegt. Hvernig kemur þið heim? Fyrir utan þetta er ég bara búin að æfinga. Fyrir utan Jokers í gær á 50 degi? Já, ég kem heim á miðvikudaginn. Miðvikudaginn? Ég mæti hérna næsta föstudag, það er bara hann. Já, ok, þú ert bara... Já, ég fyrir út af 15. Þannig að kokkur satt einhvern rándýran þátt. Þetta skellar að Benidorm og Jokers? Já, eftir að þessa æðislega sögu hjá Agli þá ætla ég að kíkja þarna út og taka þátt. Ég fer ekki á þennast aftur, ég get lofa okkur því. Ég fer á Meatloaf tónleika og séðan fer eitthvað svona viðbjóður í gang. Það var ekki Meatloaf tónleikar þarna. Var Meatloaf á svæðinu meðan þessi ósköp voru að gerast? Ég mynda hann með hún. Setti á Twitter. Nei, það var ekki alvöru Meatloaf. Þetta er að segja ljúga öllum hann á staðnum bara að það sé ekki Meatloaf. Meatloaf á Benidorm? Já, það er eitthvað sem að ég sé bara ekki gerast. Á Jokers. Herðu, við ætlum að kveðja þig, hafðu það sem bara allra best að úti á Beni. Farðu nú vel með þig og passaðu á Jokers. Já, ég heyri það mikil stemming hjá okkur. Já, núna verð ég bara heima. Gaman að heyri ykkur. Herðu, leitir. Bye. Já, gaman að heyra að Egill er í þægilegri afslöpunarferð þarna út á Benidorm. Þetta er bara hans krát greinlega, það er ekkert flóknara. Eminem, Spacebound. Í pröfu áskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar spurningar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Ef
Þú ert heppinn ef þú að fara með okkur á tónleika í London 7. september með Lady Gaga og mátt bjóða einum með þér. Hversu magnað það? Dregið verður út 17. ágúst í beinni útsendingu hér á FM 957. Tónlist.is, gamanferðir, Vá Air og FM 957 á tónleikum með Lady Gaga í London. Messed Up Wonderweb frá Lee Stafford fyrir rockað, óstöðugt og geggjað ár. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaup. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á mánuði á stærsta 4G-neti landsins. Fyrir það getur þú sett 25.000 myndir á Instagram. Það eru nokkur fjölskyldualbúm. Tal. Svona á samband að vera. Samkvæmt áreiðanlegum mælingum sparað þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín, miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þetta kemur til viðbótar við þá afslætti sem þú færð á Shell-stöðunum með kortum og lyklum Skeljungs og Orkunar. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. What are we to do? Spandex Göllum í stúdíónu. Það er að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957 styttist í Sverri Bergmann og föstudagslægið, fyrsta föstudagslægið eftir sumafrí. Og hann ætlaði að taka lægið Too Late. Þannig að það verður stemming hér rétt á eftir. Ég ætla líka að gefa, ég er spáð að gefa núna nokkra miða á bikarúrslitaleikin. Fylgist einhvað með fótbolta, Þórunn? Ég held að þú vitir að ég veit ekki ekkert bara raun í bala fótbolta. Já, alveg sama eða? Veist, Já, veist. Mér finnst alveg fínt, mér er mjög afslappandi að hafa fótbolta í sjónvarpi, sko. Já, en þú veist ekkert hvað er að gerast og... Svona white noise, eins og maður slettir. En veistu hvað rángstæð er? Nei. Nei, ok, við skiljum. Er það eitthvað svona eins og handarhlaup? Já, ógeðslega svipað. Það er dæmt að þig. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að gefa hérna miða á Stjarnan KR. Það er bikarúrslitaleikur á morgun. Já, hvað þýðir það? Það þýðir að liðið sem vinnur fær bikar. Þetta er bara úrslitaleikur og þetta er enda verður heldur skemmtilegu leikur. Það er svona uppáhaldsleikur minn á þessu tímabili í íslenska boltanum var einmitt Stjarnan KR. Ég horfði á hann í beinni á Stöðu Sport. Virkilega skemmtilegt, þannig að ég ætla að gefa hérna nokkra miða, þannig að nú erum að gera að hringja í 511-0957. Finnst þér þurfum að láta fólk gera eitthvað til að fá miðan eða? Það varst þú að stjórna því ég er alveg tómur. Ég veit ekki, sko. Okay, já, bara, ekki. Já, það er alltaf verið eitthvað ferskleikin en ekki eitthvað svona, til mjög. Nei. Tjekum á sig hérna, FM 95 Blöðgóndaginn. Hei! Hanna! Ég veit að ég er ferskur Ég heyri það. Ekki? Hel ferskur, herru, hvað heitir þú? Arnór heit ég, Arnór Þorsteinsson. Arnór Þorsteinsson, ertu káringur eða stjörnumæður? Ég er bara bæðið, sko. Já, ok, þú ert svona einn af þeim bara. Já. Alveg sama. En langar á leikinn? Já, djúlega til það maður. Það er glæsilegt, það er enda spáð geggjuð veðrið, þannig ég held að þetta verði algjör veisla. Þetta var rugg, sko. Ég er með 2 miða handa þér, þú kemur bara niður í 365 og skattalíð og sækir á þeim upp í móttöku. Í dag á morgun eða? Ég hendi, ég veit ekki hvernig hann lokar uppi. Þú þyrftir eiginlega að sækja á það í dag. Ég fer bara beint með það upp, þannig að komdu bara niður þér. Herru, takk alveg þetta. Ok, nurs. Bye. Herru, þá erum við búin að gefa miða þarna, við skulum gefa, já, allavega... tökum 2 viðbútt. Ef ekki segja samt að fólkið verði að láta okkur hlæja eða eitthvað. Jú, eða líka, þú veist, já, ok, láta okkur hlæja. FM 95 Blöðgóndaginn. Já, góðan dag. Já, góðan dag, hvernig ertu? Ég er bara ógeðslega ferskur og skemmtilegur. Það ekki? Eins og þið heyrðu mig líka. Já, það er ferskleiki, hérna í gangi, maður. Ef þú fær Þórunn Antoníu til að hlæja, þá færðu 2 mið á bikarúrslitaleikinn á morgun. Vá, hvað það mikið. Glæsilegt, Þóra, herðu, þú ert komið með það. Þetta er bara drauma giggið og veislustjóri að fá Þórunn Antoníu, þú ert bara að anda, þá bara... Nú var mjög ánum með það. Já, þetta var glæsilegt þér. Ógeðslega dúlluleg. Já, þú ert svona eins og Sæljónin, þú ert svona dúlla. Já. Herðu, hvað heitir þau? Ég heiti Birgir Örn. Birgir Örn? Já. Herðu, bara bruna niður í skaftalið núna og sækja með hana. Herru, ég græði það. Er það fyrir 2 það? Já, þetta er fyrir 2. Já, við sendum ekki einan á leikinn, maður. Nei, ég tek eitthvað með mig. Það væri daburt. Men herru, heldur með öðru hverju liðinu það? Ég er enda fylkismæður, sko. Ok, en ég held til að freka með KR í dag. Er það fylkismæður og hatar ekki KR? Ég held að allir stuðningsmenn svona væri eitthvað svona byggt inn eða þú líki KR. Stjarnan er eitthvað svo leðilegt lið. Er það? Ég fíla Stjörnuna. Ég er þetta Bíi Garðabæ, hann spilar hans inni.
Já, ok, já, skil. Herru, þú átt 2 miða. Takk fyrir það. Ok, bye. Herru, það síðasti hér og skulum opna hérna fyrir... hann þarf að láta það hlæja, reyndu nú aðeins það. Eða hún, ég vona þetta sé stelpa, FM 95 blöggondaginn. Það er engin stelpa ég. Það er engin stelpa þarna, maður. Herru, ef þú færð Þórunn Antonín til að hlæja, þá færðu 2 miða bikarúrslitaleikinn á morgun. Það er ekki hægt að segja núna. Hvað segir Það var ekki hægt að segja eins og hinn. Nei, það er dautt, hún er ekki að hlæja. Nei. Hann sagði, Það er sko, hann er að segja sama brandar á hingurinn, það er ekki hægt. Nei, það er ekki hægt, það gengur ekki. Kanntu ekki einhvern brandara? Jú. Okay. Hvað er sameiginlegt með frostum bjór, brendri pítsu og óléttri konu? Þetta ekki? Þetta er allt ekki á seint út. Já, ok, fær miða fyrir þetta. Ok, fær miða. Þetta færði bara svona fyrir viðleitni. Já. Hvað heitir þú? Gunnþór. Gunnþór? Fékkstu miða líka á Expendables eða? Já. Ertu bara hangandi í símónum að reyna að vinna eitthvað á FM? Farðu að vinna, maður. Já, það var að gera það. Já. Ég hef bara langt á nafninu. Það er reyndar, Gunnþór er karakter hjá okkur og hvers svona ertu? Ég manna það ekki. Mattias. Mattias? Yes. Glæsilegt, herðu og 2 miða, bruna bara neðstir. Takk. Herru, bye. Bye. Já, þá erum við búin að gefa miða á bikarúrslitaleikinn á morgun og segjum við þá, sko, góðu vinur minn, Hannes, hérna, sameiginlegu vinur okkar, hann er í markinu á KR og Maggi Lú er líka góðu vinur minn, bakurður, en samt held ég með Stjörnunni og ég þekki enga þar. Af hverju? Af því að þetta er bara, veist, ég held með Val og þá áttu Er bara... Stjarnan, ekki Stjórnin? Nei, þetta er KR Stjórnin. Þetta var ræðislega leikur. Sigur Beintes og Grétur Örvas. Grétur Örvas í hafsend og Sigur Beintes í frammi. Já, það er KR Stjórnin á morgun á Laugardalsvelli. Það er eitthvað kósi að vera með kvenmann í stúdíunum. Sverrir Bergmann er mættur, þannig að við ætlum að fá eitt grjótarslag. Svara Svessi, föstudagsslagi. Dead and Gone með Justin Timberlake og T.I. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð og Þórunn Antonín með okkur til 6 í dag en við erum konum með góðan gest. Kallar sig Chubby Little Loverboy. Það gerir ég ekki, þú kallar með það. Gengur undir nafninu Sverrir Bergmann hjá móður sinni. Vertu velkominn. Ó, takk. Hvernig hefur mamma það? Bara mjög fín. Hún er bara mjög fesk. Hún voru í Ítalíu daginn og með pappa að kalla hvernig heimi skellt sér í Ítali og voru að syngja þar í ýmsum kirkjum og stöðum held ég. Ok, sendi mér bara mail með restina af þeirri sögu. Okay. En þú ert feskur. Ég er feskur. Herðu, tölvulúðin. Wow. Game-TV, er þetta frá Potti? Já, mér skilst það. Ég sé mætti þetta til rúnd 65. Já, vel gert. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel. Hvernig líst þér á það, Þórunn? Þannig að hættur... Mér líst mjög vel á það. Þú horfir mikið á Game-TV, eða ekki? Herðu, bara hef ekki mist úr þetta síðan það byrjaði. Frábæri saman. Það er rosa gott kemistri á þér og Óla, Svessi. Já, ég veit að við erum bara eins og bræður. En það kallum við okkar Game-TV bræður. Nú verð ég að spyrja þig, Sverrir, hver eru uppáhaldstölvuleikur þig? God of War leikir. Ég er endar, allra tíma? Allra tíma, já, ok, bara allra tíma. Zelda. Tekken. Tekken hjá þér? Zelda? Já, svona Zeldunörd. Já, getur þú hringt í mig það? Okkur? Að þá kemur Zelda-leið. Í alvöru? Já. Æ, Sverrir. Er það nördalegt? Er það nördalegt? Ég ætla að tjekka hvort það sé rétt, maður sjá. Ég veit ekki eins og hvernig Zelda-lagið er. Nó. En ég fá maður að heyra það núna. Það er ekki nóg töff fyrir þig. Maður sjá að setja þetta upp að mæknum. En hérna, þú veist þú 32 gera? Ok, strákar, ég ætla aðeins að spyrja ykkur einu. Sverrir í alvöru. Þú ert að glíma við eitthvað, sko. Hversu miklum tíma eigið í tölvuleiki? Ég, 0. Ok. 0, einmitt, sko, þegar ég og Öddi vorum aðeins meira saman, þegar ég var mikið heima á mér. Það var single. Já, þú var single og skemmtilegur. Já, ég er ennþá skemmtilegur. Þá vorum við Öddi oft saman í tölvunni. Já. Alveg meira mjög mikið, sko. Bara einu leik samt, NBA Jam. Já, við vorum líki, manstu hátíðina sem var heima þegar ég kom með split screen co-op leiki, við vorum að skjóta hérna fyrir spað. Sverrir breytti mér í smá tölvunar til tímabili. Stelpum finnst mjög sexy að strákar spili ógeðslega mikið af tölvuleikjum. Það ekki, svona Call of Duty og svona Call of Duty allan daginn. Kveikir svo í mér að ég bara, veistu það, ég bara vippa mér á galanum. Það er ekki. Ég kemur bara heim. Ekki Call of Duty. Já. Þetta er það turn-off fyrir stelpur að strákur að spila töluleiki? Ég held að turn-offið sé... Nei, leiðu henni að tala hérna, Sverrir. Það er ekki oft sem við fáum stelpur í stúdíu. Er þú stelpa? Nei, sorry. Nei. Þegiðu þá. Segðu mér, þú sagðir ekki... En þetta er vinnaðinn, þannig að þú veist, þú ert löglega afsakaður. Getur ekki verið með tölvuleiki þá áttu ekki spila tölvuleiki. Og þú átt frekar sexy kærustu, sko. Þannig að þú hlýtur að gera eitthvað rétt á öðrum vikstöðum. Ef þú veist hvað ég meina. Ef þú veist hvað ég meina, Svessi. Ekkert með þykkt og fallit hár, þannig að eitthvað er að gera rétt.
hlýtur að hafa einhverja kosti til að bæta fyrir tölvuleikja. Já. Ekki að lúða niður. Hvað er þetta svona rauður? Ég er bara heitt þetta niður. Ég sagt ykkur að hann er með risastóran persónuleika. Já, það er Sverrir með og ofstóran Loverboy. Hvað ætlar að syngja fyrir okkur í dag? Herðu, að því að Þórunn er nú hér. Já. Og þá ætla ég að taka slagar eftir hana. Já, við erum þetta búin að tísa, ég er búin að segja hlustundum hvað þú ætlar að syngja. Ég ætla að leika þér að segja. Ég heyrði það sko. Já, og það er Too Late eða ekki? Já, það er Too Late. Við reyndar alltaf að taka það svolítið niður. Róa það eins. Já, er það í lagi það? Þú mátt gera hvað sem þú vilt. Gef þú hlustendur svona smá, Þórunn, hvað lag þetta er? Gef þú svona smá taste. Tóndæmi. Já. Light a fire, cast a spell for you to come to me. Into the night, whisper my name when you dream of me. Plain to see. Þetta er lagið Too Late og Halldór Gunnar er að koma sér hérna fyrir með sælvinur, með gítarinn. Þannig að það er bara allt klárt. Eru þið tilbúnir, strákar? Nei ekki, feskir. Þá er það föstudagslagið, fyrsta lagið eftir Sumarfrí, Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar með Too Late, bara take it away. Glæsilegt, fyrsta föstudagslagið hér eftir Sumarfrí. Verðið þeirra góðu. Það var flott maður. Það er æðis. Segir maður það ekki? Hvað sér, verðið þeirra góðu? Já, takk. Já, við Þórunni það. Það er að takka eitthvað. Ég þekki þetta Takk fyrir mig, þetta er óbúrslega fallegt. Ég er ekki í tónlistabransanum eins og þið. Music business. Hvernig þú gefur plötu? Ég er ekki í tónlistabransanum, ég er bara búin að 4 hittara. Ef ég gefa út lög þá verða hittara, Sverrir. Hversu oft eru sagt þetta við mig? Það var þú marga hittara, Sverrir. Eina sem ég börja Svessa á. Einu hittara þinn, þá átti ég líka, Sverrir. Hvað þú marga hittara? Ég hef bara mátt að maður sjámlega á sinni tíma. Þú hefði tekið inn á þig, ég er brjálaður. Sko málið er, mér langar rosalega að gefa út jólaplötu. Það sem ég syng bara öll mínu Vílíku viðbjöður. Það myndi ángríns. Svona ándars íkja. Ég held ég myndi ekki selja 15 diska. Maja sýsti myndi kannski kaupa 2. Mamma myndi bóttið kaupa bara svona pitti. Ég myndi segja þér ég hef keypt hann, en ég myndi örugglega ekki keypt hann. Allt sem hún gerir er frábært í tónlist. Þetta eru bara 12 hittarar. Hvað eru uppáhaldsjólalagið ykkar? Ég myndi alltaf setja svo mömmu Kissa jólasenni. Ég myndi setja það í minn eigin búning sko. Ég myndi svona aðeins breyta þið. Alltaf sé ekki bara Svala Björgvin sem ég lagði svo til. Já, við þurfum ekki að ræða jólalög hérna núna. Ég vilja jól. En veist hvað, ég fattaði núna þegar Svessi var að syngja. Við vorum að tala um hann var í tölvulúði. Já. Og væri að gera eitthvað rétt. Og við, ef þú veist hvað ég meina, vorum að ræða það eitthvað svona. Svona bólfimi. Svo syngda þér. Já, svo söng hann. Já. Það getur vel verið hann sem er bara minnsta tippi heim og sé ekki að gera neitt rétt þar. Þú syngur svona. Það syngi bara Mari Möndi úr fötunum. Já, svei mig þá. Hann náði mér næstu úr fötunum heima á það syngdi Svessi. Þegar hann fer á þess að háu nótur þá bara hrynja fötin af. Já, ég hljóp bara á faðmaðan. Já, alls ber bara. Lækkaði púlsinn eða hækkaði hann? Þegar hann að syngja? Nei, bara þegar hann faðmaði nakinn. Já, hann lækkaði. Við viðurkennum það. Ég er mjög róandi áru, viðurkenna það. Mjög róandi. En hvað er framundan hjá Chubby Little Loverboy? Bara helgina það? Nei, bara svona í tónlistinni og lífinu. Við erum bara að klára plötu, ég og Halldór Gunnar. Ok. Og kemur hún út í jóla? Hún kemur út í október og... Ertu að syngja eitthvað á menninganótt? Nei. Ekki neitt? Nei. Ok. Herri, ég verð að gefa X-inu það. Russell Crowe er sannlega að fara að syngja á hátíðinni á þeim. Dýrt er það, já, það er rándýrt. Það er samt, hann sko kom bara með tilkynningur á Twitter. Mér langar að spila eitthvað staðar, en er eitthvað að taka mig. Já, ok, tók hann að þannig? Já, þeir hafa hann á honum. Þannig að, veist, það var Russell Crowe. Það er rándýrt. Já, við verðum að gefa X-inu það. Það er rándýrt. Svessi, ætlar að vera aðeins með okkur? Ertu okkur ræðverða? Nei, ég er til maður. Til að vera Já, til aðeins með okkur. Þú ætlum að fá hins vegar lag sem á vel við þegar Þórunn Antonía er gestastjórnandi. Beautiful People, Chris Brown. Þetta er Chris Brown með Beautiful People hér í FM 95 og já, þar sem ég er nú með 2 stórkostlega söngara hérna í stúdíónu, Þórunn Antoníu og Sverrir Bergmann, þá er ég spáð að fara í lið sem við förum alltaf í á miðvikudögum, ég og Pétur Jóhann, kallast Karaoke og ég er að spara átt okkur, bara gera þetta eins og þegar við Pétur erum, þannig að nú ringir fólki 511-0957 og er með uppástungur á lögum og ég skrifa niður svona 5-6 lög, svo velja þið úr. Okay. Þannig að núna þurfa hlustendur að hringja 511-0957 og velja karaoke-lög handa Þórunn Antoníu og Svessa Bergmann. Ég segi hún er komið með game face. Já, þetta er keppni, kallið minn. Já, það þarf að vinna Þórunn. Erum við þá að fara í einhverja slaufur eitthvað shit? Af því að nú erum við söngar, nú erum við ekki bara að reyna að syngja. Ég er í splitt. Slaufur ég veit ekki með þig en ég er í splitt. Þú syngur bara.
Þetta ekki flókið. Sorry. Ef þið ættu, herri, á síminn hérna, það 511-0957, en áður ég tek opna fyrir síman. Ef þið ættu ykkur óskalög sjálf, hvað myndið að velja? Toxic með Britney Spears. Toxic? Ég myndi gera í Hólar og Löf bara. Hólar og Löf. Herru, hvað vilt þú heyra í karaokein hérna eftir? Halló? Já, halló. Já, sællinur. Hvað er þið? Herru, við erum öll bara fersk, sko. Það ekki? Já, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Eitthvað með Ace of Base. Eitthvað með Ace of Base, All That She Wants. Þú þurftu það að vera þá. Hvað hittar það bara? Já, þetta er þetta verið kona? Er þetta bara þú með barnið og verður að fá eitthvað með Ace of Base? Já, svo getur hann tekið hérna, hvað heitir hann með, hvað heitir það? Langar í annað barn, er það sem þú reyna að segja? All That She Wants is another baby. Já, vel gert. Herru, þetta er alltaf komið á blað. Ég ætla að taka einn fleiri. Ok, nú, bæ. Hann myndi ekki hitlaðið FM 957, góðan dag. Hvað vilt þú heyra í karaoke? Herru, Bohemian Rhapsody, það er ekki alltaf? Það er reynda challenge, maður. Ok, tökum lag sem er ekki hægt að taka live, en reyna það. Það er alveg skemmtilega við það. Það er skemmtilega að heyra fólk reyna. Hvort myndur þú vilja sjá Þórun eða Svess að taka? Ég held nefnilega, sko, ég veit það ekki. Það er náttúrulega búið bæði góð að syngja. Ég held að það verði ekkert challenge, sko. Nei, alltaf, þetta er komið á blað. Mér finnst þetta góða hugmynd. Jó, segjum Sverrir. Segjum Sverrir, tjöpilið Loverboy. Ok, bye. Tökum 4-5 í viðbót. Við erum að spyrja hvað vil fólk heyra Svessa Bergmann og Þórun Antoníu syngja í karaoke-keppni hérna. Hvað verður þú til í? The Lazy Song. Hvað segir þau? Lazy Song, það er með Bruno Mars. Já, ok. Og láta konuna syngja það. Konuna? Þórunni. Já, Þórunni, já. Þú bjargaði fyrir hótt. Þú bjargaði fyrir hótt á það. Já, ok. Takk fyrir að hringja. Ok, bye. Það var þessi gutti að smíða skip eða þvílík leiti þarna baki. FM 95 blöð, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? As Long As You Love Me með Justin Bieber. As Long As You Love Me, já, ég var reynda til í það. Já, þú tekur það þá. Er það hana Baby, Baby? Nei, það er hérna lagi sem við erum alltaf að spila á. Mér finnst það flott, sko. Já. As Long As You Love Me. Herðu, það er komið á blað. Ég kann það. Ok. Takk alltaf, bæ. Tökum hérna nokkra viðbútar og koma inn góð lög. Við erum að spyrja hvað vil ég heyra Svessa og Þórun Antoníu syngja í karaoke-keppni hérna eftir. Hvað verður þú til í? Herru, getið sungið Love The Way You Lie? Já, með M&M og Rihanna. Já. Það er að rappa? Já, koma svo, rappa. Oh my god. Hefur það að taka það sama, kannski? Ég veit ekki. Það var geðveikt, það var epic. Já, en þá, ég skal rappa og því sem, í besta. Herðu, við erum komið hérna á blað. Ok, takk. Gætum endað saman á því. Ég var enda alveg til að heyra ykkur taka það saman, sko. Herru, tökum 3 í viðbót, það er komið fullt af góðum lögum. Hvað vilt þú heyra þau syngja í karaokeinu? Ég hjúsi núna maður, blessaðil. Takk, Finnur, hvað segirðu? Ég sé fín. Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Up? Never Gonna Let You Down. Já, með Rick Astley? Já. Það er glæsið. Hvað ert þú gammal? Virkalag. Já, þú virkar nú, hljóman ungur. Ég er 15. 15 ára? Já. Er þetta uppáhaldslægið þitt, eða? Nei. Nei, fljótur að svara því. Hvað segirðu? Ég reynu í stelpum með þessu lagi. Þú reynir, er það? Rick Rollar er alveg fram og tilbaka. Ná. En það er líka að syngja þeim, sko. Býttu, og virkar þessi aðferð? Nei. Nei. Ertu hreitt sveit? Já. Já, menn eru að opna sig hérna. Það eru bara, við meittir á hans þar. Já, hættu með Krissa hérna, Rick Astley. Ég myndi nýta eitthvað annar lag. Já. Finn eitthvað annar lag. Það er eitthvað með Bryan Adams, það hjálpaði mér þegar ég var í Gaggo. Ég held að þú sett ekki hjálpunni mikið núna, auðvitað minn. Jú, Bryan Adams er ennþá með þetta. Ég var enda til að láta annað eitthvað syngja, hérna, Bryan Adams, hvað er aftur frægasta lagans? Ekki Heaven heldur hitt. Sem var í Everything I Do It For You. Herru, það eru síðustu 2 lögin, hvað vilt þú heyra? Shit. Ég vil heyra Vaka Vaka. Það er síst mig heiti Vaka. Vaka Vaka? Já. Ok, það er komið. Já, ég held að verði ekki fyrir valinu, sko. Jú, gott. Það er svo Martin ég að syngja. Akkur, hérna, tekur þú ekki upp og sendir okkur? Vaka Vaka, ekki? Þú ert að taka þetta lag. Er það? Já. Vaka Vaka. Þetta er gott lag. Ef þú Martin að gera það. Það er þetta bara bylting á Íslandi. Það ekki? Ég fíla það, það er alltaf komið á blað. Já, ok. Einir. Ég heyri ykkur maður. Já, leiktir maður. Þessu var helferskur. Það er síðasta lagið sem við setjum inn. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-keppninni? Eitthvað gott. Ég var til að heyra Sólstrandagæðin. Sólstrandagæðin? Það er með ekki verið íslensk lög. Því miður. Það er ekki íslensk lög í karaoke-græðin okkar.
Toxic Britney Spears. Varstu eitthvað annað? Af hverju gæti ég ekki? Á, takk ég bara... Shit, ég veit það ekki. Nei, við finnum eitthvað. Já, þið finnir eitthvað. Það leitur á þetta. Bye. Það eru komin hellingur á lögum, við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og gera allt tilbúið. Svo er það karaoke-keppni. Sverrir Bergmann og Þórunn Antoni að keppa. Uppblásið fjör með FM 957. FM verður í hressandi gír á menningadeginum. Við verðum í beinni útsendingu frá Skuggabarnum á Hótel Borg og stefnum við á að gleðja fullt af fólki. Það er hins vegar undir þér komið hvort þú fáir glaðning. Farðu endilega á þjónustuborð Smáralindar og sæktu þér blöðru. Vertu síðan með blöðruna niður í bæ á laugardaginn. Starfsmaður FM 957 gætið pikkað í þig og gefið þér frábæra minning bara fyrir það eitt að vera með FM 957 blöðru. Þú gætir fengið inneign eða flugferð til Evrópu frá Iceland Express, gjafabréf frá Smáralind, út að borða fyrir 2 á Roadhouse, 4 miða á teiknimyndina Paranorman frá Laugarásbíói. Uppblásið fjör á menningadeginum með FM 957. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánari upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi er engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá Orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Skeljungur. Undir bumbuna 6-pack sem vill út. Keyptu þig út. Fjárþjálfun.is. Hver er munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökudagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseili á 1387 krónur. Hringdu núna í síma 57777000. Ritso pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Nú er skólinn að hefjast. Skráðu á póstlista Kringlunar á Facebook-síðu Kringlunar eða á kringland.is og vertu í Kringlunni 25. ágúst. Þú gætir unnið gjafakort frá Kringlunni með 25.000 króna inneign. Úrslitaleikurinn í Borgunarbikarnum í beinni á Stöð 2 Sport á morgun. Stjarnan KR. Uppbytun hefst klukkan 15 og flauta til leiks klukkan 16. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Borgun sem færir þér Borgunarbikarinn á Stöð 2 Sport. Svalaðu menningarnætur hungrið þínu á Nonnabita Hafnarstræti. Nonnabiti. Best fyrir svanga. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö á FM 957. Þetta er of Monsters and Men með 6 Weeks. En það er hins vegar komið hér að, ég á eftir að tjekka, ég held að þetta virki hérna, Þórunn. Já. Og þið eru að koma hérna yfir til að syngja, þannig að nú er eiginlega bara spurning. Við erum að fara hérna í karaoke-keppni, en það er ekki ég og Pétur Jóhann sem erum að fara að keppa þessu sinni, heldur er það Sverrir Bergmann og Þórunn Antonía. Svessmenn alltaf fyrst, Alltaf Svess að byrja? Já, því að þannig var vatn. Ok, hækka þessu, þú setur bara headphone-a, þetta er bara sömu reglur og við Pétur fáum. Og Sverrir er að fara að syngja Bohemian Rhapsody, það var hlustandi sem valdi það. Og hann ætlar að takast á við það verkefni, þannig að þú setur bara headphone-in. Ok, við byrjum eitthvað aðeins inn í laginu, ekki? Jó, við förum aðeins inn í það því að það er bara eitthvað svona forsöngur undan með hljómsveitinu og eitthvað svona. Þannig að við erum aðeins komnir inn í lagin og þú ert að syngja í 2 mínútur. Wow. Nú hækka ég hérna, sérðu, finnst ekki gaman að hérna með mig bara? Ég er pínu stressað bara. Okay. Og svo lækka ég hér, þannig að þú segir bara þegar þú ert tilbúinn. Það er prófum þetta. Ok, það er Sverrir Bergmann í karaoke-keppni og hann ætlar að taka Bohemian Rhapsody. Og það er ég og Pétur að keppa. Já, mér leiði bara eins og ég var að syngja. Þetta var Bohemian Rhapsody og hann er búinn með sína 2 mínútur. Það þýr ekkert að hringja inn strax. Þórunn er að fara að taka sitt lag og svo er það að hringja í 511 og 957 og kasta atkvæðum. Þórunn, við fundum ekki
öll lögin sem að vera að biðja Nei. En við fengum á Facebookinu, þú ætlar að taka Toxic, eða ekki? Jú. Með Britney, vinkonu okkar. Og eina, ég ætla að sjá hérna, hvort það sé ekki. Waka Waka var ekki alveg málið. Nei, við prófum það, Waka Waka er bara ekki gott karaoke-lag, því miður fyrir þann sem baði það. Herðu, ok, ertu tilbúin? Já. Og setur hérna á þeim, headphone-in. Það heyrist bara hægra meginn í headphone-inu. Já, það er smá tækni vesinn hérna. Ég nenni ekki þessum raddfimleikum, sko. Þú taka hitt eða? Ég ætla bara að, ég ætla að rappa fyrir ykkur. Já, komdu með rapp, ég hef verið til í Love the Way You Lie. Ertu ready eða? Já. Ok, og þá var það bara svona. It's taking over me. Too high, I can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? Ákveðna tvær. Læsilegt, já, þetta er rándýr karaoke-keppni hér í gangi í FM 95 Blö. Nú er þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur. Það er fyrst upp í 3 atkvæði. Vinnur þessa karaoke-keppni. Og segjum við þá að við endum ekki svo bara Love the Way You Lie, ef við til í það, ef ég finna það. Við skulum fyrst hérna. Ég vil bara, samt sko, þetta var stórkostlegur árangur hérna, Já, veistu það Ég bara, maður gæti ekki séð á milli hvort þetta væri Britney mætt annað. Gamla Britney. Ég var ekki að dansa á fullu. Já, ég ætlaði að segja, það eru svona stundur sem þetta á ekki að vera í útvarpi því að hún var dansandi hérna með laginu, Þórunn, og það var virkilega hugulegt og skemmtilegt. Ég er í spandexbuxum, sko. Og í spandex, þannig að þetta var bara veistla fyrir auga og eyra. Herru, það er 5-11-09-57, fyrst upp í 3 atkvæði vinnur þessa keppni og við skulum bara opna fyrir síman FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Tjöppi kom úr Svessmenn. Hæ, Tjöppi? Já. Hann fær mitt atkvæði. Tjöppi Svessmenn. Takk fyrir það, vinnur. Ekki málið. Takk fyrir að ringja. Góð helgi, bye-bye. Sömuleiðis, vinnur. Þessi, ég elska á föstudögum að heyri svona hressulið. Þetta er náttúrulega sveint. Tjöppi Svessmenn er náttúrulega in-house gæi hérna. Já, þetta er rétt. Hvernig er ég? Já, hann er með þetta. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvernig hefur það? Bara fín. Það er ekki, hvað að gera? Ég var að koma frá Akureyri. Já, Akureyri? Já, vel gert. Ok, og hvað að gera í kvöld? Ég er bara alltaf heim til mín. Já, vel gert, það er spennandi. Já, ánægði með, hvar býrðu? Ég býr Hafnarfirði. Hafnarfirðin. Hver fær þitt atkvæði í karaokeinu? Sverris. Svessi? Já. Já, ok. Herðu, þetta er... Já, þetta er pínu svindla þérna innhást. Takk fyrir að hringja. Og þá er það FM 95 Blö, góðan daginn. Halló. Halló. Hæ. Feiminn, halló. Halló. Hæ. Hæ. Halló. Hvað er að gerast? Er stöðna? Það Britney að hringja, alveg brjálu. Já, þetta er bara, ég held hún sé í símónum að reykja og að keyra. Herðu, fáum hérna næsta FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Fínt bara en þú veist. Það er bara brattu, sko. Já. Hver fær þitt atkvæðin? Klálega Þórunn. Klálega Þórunn, já, hún er ánægð með það núna, maður. Hvað segirðu? Þetta alltaf stelpur að vera eins og hún. Já, það er svo Vá, hvað ég fíla þig. Hvað heitir þú? Steini. Steini, maður. Takk, elsku Steini. Því er gullamra, þú kannt þetta. Já, reyna við þig. Já, þetta er svona mun betur en að setja Rick Astley á fónin og reyna að hylla þér. Takk fyrir að ringja. Já, takk. Ok, staðan er 2-1, Svessi, það er 1, Þórunn getur jafnað, FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæði? Sverrir. Það er Svessi. Tjöppi Svess. Takk fyrir það. Já, ekkert mál. Þetta ekki þess? Jú, mjög svo. Hvað það gera? Bara hanga heim og... Fíla það? Já. Hvað gerir í kvöld? Ég veit ekki, kannski skal ég på rúndin eða eitthvað. Já, kikið rúndin? Hlusta Sverrir Bergmann á rúndinum. Já, tekur Svessu upp í. Ef ég hitti þig, þá syngi ég klálega fyrir þig. Það er bara þannig. Þá er það komið til Akureyrar. Já, komið til Akureyrar, ok. Ég kemur reglulega þáka. Ef þú verður á rúndin í bænum og sérði einhvern sköllóttan mann grenjandi kærustun sinni svona töluleiti, takk náðu upp í, það er Svessi. Ok, bye. Þá er þessari karaoke-keppni lokið. Það eru komnir hér góði gestir Elma Lísa og Anna Svava. Ég ætla að ræða hans við þær. En reyndar, sko, ég ætla að taka eitt lag núna auglýsingar og svo við endum á Love the Way You Lie. Þannig að það gera saman, er þið til í það? Er ekki til í það? Já, þú meinar. Já, bara eftir. Já, ok. Tísaði aðeins. Þau taka saman á eftir Love the Way You Lie. Það er gamla með 2 söngur í stúdíónu. Stýrst í Önnu Sögu og Elmu Lísu. En þetta er Gabriel með Solskin.
FM 957 kynnir skóladaga í Smáralind 14. til 27. ágúst. Á skóladögum FM 957 með skemmtilegan leik. Þú nærðir í þátttökuseðil í Smáralind, svara nokkrum löfleitum spurningum og ert komin í pottinn. Þú gætir unnið iPad frá Apple.is eða glæsilega vinninga frá Levi's, Benetton, Hygea, Drangey, Topshop, Corner, Skemmtigarðinum, Sushi-gryfjunni, Pizza Hut, Serrano, Höllabátum og ísbúðinni Smáralind. Kíktu í Smáralind, taktu afsláttarhefti Smáralindar með þér og vertu með á skóladögum. Smáralind og FM 957. Pottþétt par í skólan. Fabrikuísinn fæst í Hagkaup. Sérlagaður fyrir hamborgarafabrikuna með kaffi og karmelubræði. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. When the mob speaks, everyone listens. Samfilm kynnir Step Up Revolution. Magnaður dansinur. Step Up Revolution. Komin í bíó. Hvernig verður að gera það sig og rífa af sér bumbuna? Fjarðhjóli.is 170 milljónir króna í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2. Við tippum. Jæja, ertu tilbúin í skólan? Já. Akkur eftir svona stúrin? Þetta eru föt frá því fyrra og þessi taska er alltaf hvolpaleg. Tíkurnar munur ekki líta við mér. Svona. Við kíkjum bara inn á smálan.is og segjum bara hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og fær peningin leið. Hei, sjáðu þessa. Hún var að þefa rassinum á mér í dag. Smálan.is. Ekkert stórmál. Universal kynnir Sérðu vofur allstar? Já. Paranormal. Frá þeim sömu og færðu ykkur Coraline kemur stórkostlegt ævintýri. Í felur! Paranormal. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri með íslensku tali. FM 95 Blö á FM 95. Það hárrétt FM 95 Blö á FM 957 og þetta er fyrsta sinn sem ég sitt í stúdíónu og það eru 3 dömur hérna beint á móti mér. Verður ekki mikið dýrara, það eru konar til okkar Anna Svava og Elma Lísa, verið velkonar. Takk. Það er að kveikja á mæknum þínum, Elma. Eða sleppa þið bara. Já, segir hún ekkert skemmtilegt eða? Má sjá, talaði núna? Halló. Þarna ertu komin. Heyrðu þið auglýsingunum sem var hérna rétt á undan? Já. Hún er ekki bara nett og sæt, heldur þið alltaf átt að treysta hana. Ég held að það væri mig. Já. Mig? Já, eða þig. Hvað þá bara að auglýsa date með þér eða? Ég var alveg, hvað kemur? Svo bara, Samsung. Anna, já. Hún er ekki bara sæt skemmtileg, heldur getur þið treysta á hana. Anna Svava. Bara auglýsa sjálfa sig. Það væri skemmtilegt. Herri, ég ætla að setja að spyrja ykkur. Nú er það allar, með þess að Þórunn var að segja mér það líka. Hún er líka með fatamarkað og þeir eru með fatamarkað á morgun. Hvað er það? Svona, eru strákar með fatamarkað? Einhverjir? Já, ég held Stefánsson hefur verið duglegur að halda markaði. Ok, með kærastan sínu þá eða bara einn? Nei, hann bara einn sko. Ok. Þetta er bara mjög vinsælt hérna á Íslandi að halda fatamarkaði. Já, en hvað eru það að gera? Er að taka föt sem þið notið ekki lengur að selja það, basically? Já, eða bara fyrir svona fatasjúkartýpur eins og okkur, þá oft er maður ekki eins og búin að fara í fötin. Það eru verðmættir á, ég er að segja þér það. Jú. Nei, Anna Svava, ég sé hvernig þú klæðið, þú ert búin að fara öll fötin þín. Nei, reyndar ekki. Ég er mjög, þú sér hvernig ég klæði mig, ég er bara í svörtu gallabúsum og joggingpeysu. Ég var reyndar að stríða, þú klæðið mig. Já, en mér finnst mjög gaman að kaupa eitthvað klikkað. Ég ætla að pottið að nota þetta, ég ætla að breyta stíl, ég ætla að vera þessi típa, ég ætla að vera þessi gælla. En síðan er ég ekki þessi gælla á bara þetta kjólum. Breytum stíl? Já, fullt af stelpum hugsa þetta, eða allavega ég. Þórunn, breytið þú stíl? Ertu svona, ég ætla að vera með þennan stíl núna? Ég ætla að fara í eitthvað aðeins þrengra, hefur aldrei... Það sé ekki hægt. Nei, spandex sko hérna. Ég er spandexbuxum og þröngum ból. Það lítur vel út sko. En já, ég hérna er svona blómakjóla típa oft sko og ég fæ stundum algjört ógeð, mér langar bara að brenna þetta og vera í gallabuxum með leður ekki vera svona töffari. Ok, Elma, breytið þú típu líka? Já, algjörlega. Maður tekur sín tímabil Þetta er samt ekki breytum tímabil. En svo er maður líka bara þegar maður elskar föt, þá fær maður leið svo fljótt og þá svo sniðið að segja lítið á fatamarkaðum. Ég skilði. Og hvar er fatamarkaðurinn á morgun? Fatamarkaðurinn hjá okkur Önnusögu, svo Nína systir með og hún á alveg slattað fötum. Já, segðu. Og hann verður á Lindargötu 6 fyrir aftan Þjóðleikhúsið. Ég hef oft verið aðna áður. Og þú setja blöðrur fyrir utan? Já. Nei, þú lappar bara bak við Þjóðleikhúsið og sér blöðrur, þá eru allir velkominir inn og ég ætla að knúsa alla, en ef þú kaup ekki neitt, þá ætla ég ekki að gera það. Er það að safna fyrir ykkur eða er þetta bara svona...
Já, þetta rennur allt til hjálparstarfs sem Björgum vísareikningnum. Það er bara annars að hafa heim. Nei, þetta var bara mikið stuð og það spáð góðu veðri og að gera að skella sér í bæinn og við getum hjálpað fólki að velja menningadressið og... Já, farið ný föt fyrir menninganótt. Já. Hvar verður þinn markaður, Þórinn? Herðu, hann verður í Kólaportinu. Við erum að selja sem sagt, við vorum með markað helgina á Laugaveginum. Já. Þú og? Og ég og Heba vinkur mín og Silvía og Vala. Já, Silvía. Það eru allir úr tískubransanum. Já. Þessi stelpur, rosa sætir stelpur. Og við vorum á, fyrir neðan Dillon. Það eru 10 mínútur samkvæmt að loka hérna á Laugavegi. Já, ok. Laugavegi 30 og þið viljið vippa. Bruna núna. Kitty Balda og Robby félaga mínir, þeir eru með fatamarka núna fyrir utan hvergi og ég veist að það gerist enda ekki held ég. Það er ekki, veist ok, ég myndi einhvern veginn aldrei geta, herri, jæja, ég myndi alltaf marka þetta á morgun, kíkja á gallinn. Ég hef nú séð fataherbyggi þitt. Það var ekki fullt af fötum. Nei, hann er ógeðslega flott fataherbyggi. Ertu ekki að djóka með Dreyminn? Já, Ég lappaði þarna inn og fór úr fötunum og byrjaði bara að skipta föt. Bara það var svo gæðið fataherbyggi. Nei, ég gerði ekki. En má ég nefna eitt líka. Að þarna, þú veist, ég er til dæmis með alls konar föt sem eru í stærri stærðum og svona. Já, ég skilu, þeir eru svona curvy gælur eins og mig. Ég skil. Það er bara mjög mikið úrval. Þú ert reyndar líka með... Curvy, Anna, hættu þessu. Ángríns. Ég er með rass og brjóst og mitti. Já, bara eins og stelpur. Ég er ekki... Ok, þú verður að segja þessu curvy miðan við hérna spandex-stelpuna hérna við hliðina á mér. Ég ætla ekki að taka þátt í þessari umræðu. Ég er ekki að segja þessi verri, ég bara segja ég sé með þannig föt. Já, það er enginn að hættu þessu. Ég veit ekki hvernig ég á að tala við þið núna. Allir að mæta. Já, allir að mæta. Kíkja á fatamarkaðinu. Linda 6 fyrir aftan Þjóðleikhúsið. Kristið fatamarkaður. Þórunn í Kólaportinu á morgun. Klikkuföt og svo kíkja á Þórunn líka. Endilega vestliða þessum stelpum og bjargi einhverju heim. Við ætlum að, ég reyna eins og það sé eitthvað gott málefni. Við ætlum að fá eitt af mínum uppáhaldslögum. Og þetta er Encore með M&M. En svo er það... Má dansa? Hvað segirðu? Má ég dansa við þetta lag? Dansaði. Talandi um M&M þá ætla Sverrir Bergman og Þórunn Antoníus að syngja Love the Way You Lie. Þannig við honum þetta Dr. Dre og 50 Cent. Ég verða að viðurkenna, ég setti á vittlust lag. Ég ætlaði að setja á Encore með Jay-Z og félugum. Eins mikið við dýrka M&M og þá finnst mér þetta lag svona, jú, þetta er enda flott lag. En ekki lagi sem ég ætlaði að setja á. Það er eins og komið að lið sem að, ég sjálfur alltaf búin að hlaka til. Þau keftu í karaoke hérna áðan, Þórunn Antoníus og Sverrir Bergman. Og við ákveðum að þau myndu svo syngja eitt lag saman. Og það er einmitt með M&M, Love the Way You Lie, með M&M og Ríhönnu. Þannig að nú ert þú komið hérna, þið eru að vera saman á mæknum. Ok, má ég koma einu aðra með fyrir minni í þetta lag? Já, bara allt sem þú vilt. Það er ógeðslega skemmtileg margmennilega sýning í Iðuhúsinu. Kjallarinn með Iðuhúsinu og opnun á morgun. Opið frá 10 til 21, kostar 1000 krónur og það er sem sagt frítt fyrir eldri borgara og börn. Þetta er þrívíddar sýning af Austurstrætinu og miðbæ Reykjavíkurborgar frá 1912 til nútímans. Það tekur 6 mínútur og svo er norðurljósasjó sem sagt í líka svona þrívíddar helli og æðislegur svona ljósmyndar sem tekur myndir af fólki í vikingabúningum. Þetta er bara svona alliða lista, menningar, þrívítar, tölvutæknisýning sem enginn má missa af. Hvet allar til að kíkja á það og segja mig það. Já, fíla það. Það er eins og komið að Love the Way You Lie. Erst þú til, Þórunn? Því að sko þú byrjar, lagið kemur að strax inn eitthvað Just gonna stand, þekkir ekki lagið. Já, þannig að ég ætla að gera allt klárt og þið þurfum bara að vera saman með mækinn. Er ég semst að fara að rappa? Já, þú ert að fara að rappa. Það er náttúrulega bara eitt svona sko. Bara eitt headphone. Prófum það, þeir eru bara saman hérna, smá tilhörnastarfsemi. Þetta er Þórunn Antoníus og Sverrir Bergman með Love the Way You Lie. Prófum það. Það er bara skipt. Ertu tilbúin? Já, já. Ok, af því að þú byrjar hérna og kemur. Ok. Hvað er spes? Þetta stemmi. Sko, ég heyri náttúrulega ekki neitt. Ég get ekki sungið svona mörg orð í einu. Jó, sérðu, það er bara I can't tell you what it really is. I can't tell you what it feels like. Þetta átt að vera töff endir á þættinu. Hjöfull er þið búin að drulla á ykkur þetta. Það væri fínt að hafa 2 headphones. Þetta er pínu skita hérna. Ég við ekki hérna tekað á mig. Þetta var svo töff. 2 headphones sko. Þetta er eitt headphone sem er bara annað dóti virkar. Það var bara að syngja blindandi bara á heyrnalaus hérna. Þetta verður gefið út á sameiginlegum disk hjá Svessa og Þórunni. Ég ætla að láta þau syngja saman í lokin en... Þau eru ekki við tæknina hérna. Er það eitthvað... Hvað segirðu?
ekkert, ég sagði ekki neitt, þetta var svo lélegt, ég ætla ekki að endurtaka þetta. Já, en klukkan að verða 6 á föstudegi. Ég vona þið eigið gott föstudagskvöld, kæru hlustendur. Þórunn Anton eða búið að vera sannur heiður að vera hérna með í dag. Takk sömuleiðis. Takk hella fyrir komuna og kemur vonandi fljótlega aftur. Já. Champions Westman, ég sé þið bara næsta föstudag. Já. Þá nú Egill Einarsson mættur hérna á sinns það. Sigur Hafður og já, hann er örugglega eftir að væla yfir föstudagslæginu þá, eins og hann gerir alltaf. Nema ég kom með eitthvað grjóthart. Já, það var það verið með eitthvað pitbull viðbjóð eitthvað, veist hvað. Hann er stættur að beina dorma á fróðudisko og Jokers. Hann er feskur. Takk kærlega fyrir hlustunni í dag. Kæru hlustundur, við heyrumst á mánudaginn. Talaðu menningarnætur hungrið þínu á Nonnabita Hafnarstræti. Nonnabiti, best fyrir svanga. Vissu þið að smálum kredi er fyrir common! Þetta er ekki flókið. Nú er hægt að fá lán upp á 150.000 í alltaf 90 daga. Kredja einföld þjónusta. Have fun, look wicked and smell beautiful. Lee Stafford Harfur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaupum. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þegar svo við bætist 4 króna almennur afsláttur með orkulykli eða skeljungskorti, erum við þá ekki að tala fastan 10 krónu sparnað hjá Shell. Skeljungur. Klassískur, ítalskur og laufléttur. Nú getur þú valið á milli 3 tegunda af botnum. Panta á dominos.is eða síma 58-12345. 170 milljónir króna í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2 við tippum. Eldbökudagar, Cruise Rizzo, játt á 1380 krónur. Hvað getur klikkað? 577.000, láttu vaða. Rizzo. Þú fær hraðvirka Dell fartölvu og frábæra Samsung spjaldtölvu á tvennutilboði hjá Advania. Kíktu á advania.is eða í verslanir okkar á Akureyri og í Reykjavík. Horfðu á þig. Ætla þá að líta svona út í vetur. Fjarðarlögn.is. Vantar þig lán? Viltu prófa Múla? Fyrsta 15.000 krónu lánið er vaxtalaust. Múla.is. Peningar á mannamáli.